Á ferðalagi. Já, afleiðingar þessa heimsfaraldur sem eru margar myndir. Ferðaþjónustan nú sennilega svo starfsgrein sem er í hvað mestri óvissu núna. Við erum komin hérna í Borgarnes og ætlum að taka hana Maggi tali. Hún forstöðumaður markaðsstofu Vesturlands. Heyra hvernig dagarnir hjá þeim eru og hver framtíðarsýnin er. Hvernig nú staðan í dag? Já, það allavega nóg að gera hjá okkur sem stöndum í stoðþjónustunni. Og þetta náttúrulega ekki góði tímar og mikil áskorun að takast á við, en það nú bara þannig að í öllum breytingum og áskorunum þá fylgir líka einhver tækifæri og þess vegna svo mikilvægt að horfa til þess. Við stöndum í miklum stórræðum hér á Vesturlandi, við erum líka að breyta, markaðsstofan okkar að flytja niður til SSVF, skrifstofu SSVF, þar sem við ætlum að reyna að efla stoðþjónustun okkar á Vesturlandi með því að treysta böndin og vinna þéttar saman, atvinnuþróun, ráðgjöfin og allir stoðaðilar sem koma að atvinnugreininni og stofna áfangastaðastofu. Þegar heimsfaraldur ríður yfir og fyrsta lagi lokast á milli landa og svo lokast eiginlega bara innanlands líka, hvað það sem að þeir sem eru í stoðkerfi ferðaþjónustunnar fara að huga að? Við höfum náttúrulega þurft að treysta mjög böndin og auka samstarf í stoðþjónustunni og þetta hefur svolítið kennt okkur þessi krísa hvernig það skiptir miklu máli að standa þétt saman, snúa bökum saman og allir sé að róa í sömu átt. Þess vegna hefur það verið mikið stoð fyrir okkur sem til dæmis störfum á markaðsstöðum landshlutana, þar sem við höfum marga ferðaþjónustuaðila út á landi. Við erum með yfir 800 aðila sem eru bara samstæðsaðila okkar markaðsstofuna á landshlutunum og við höfum unnið mjög þétt saman. Við erum að tala saman á hverjum einasta degi. Við höfum líka þá náð því að búa til samstarf, þannig að við erum að tala við Íslandsstofu í fjarfundum einu sinni í viku, við erum að tala við SAF, þannig að allt stóðkerfi ferðaþjónustunnar hefur verið að þétta raðirnar, auka samtali og samstarfið og þar af leiðandi komum við betri skilaboðum til stjórnvalda til þess að þau geti þá brugðist við og reynda að koma með einhver aðgerðir sem að hagnast eða nýtist á ferðaþjónustu aðilunum og ferðaþjónustunni í heild. Við erum núna til dæmis að undirbúa með ferðamálastofu, þeir eru að fara á stað með innanlandsátak í kynna Ísland sem góðan ferðaáfanga fyrir Íslendinga og við ætlum að láta Íslendingana vita að það margt hægt að gera meira á Íslandi heldur en bara að fara í sund og fara á tjaldstæði. Við eigum núna bara fullt af uppbyggingu sem búið að eiga sér stað undanfarin ár og ég viss að það ekki margir Íslendingar sem hafa skoðað það allt. Íslendingar hafa mjög oft bara farið til útlanda og eitt sumarfríinu sínu þar og verið tilbúnir að eyða peningum. Nú ríður á að við stöndum við bakið á ferðaþjónustun okkar á Íslandi og við förum bara og ferðumst Ísland og eyðum peningum þar. Það fullt af afþreyingu og dagradvöl sem bara mjög skemmtilegt að prófa og reyna, margt sem að Íslendingar hafa ekki prófað. Þó að maður sé að starfa í þessum geira þá hefur maður ekki einu sinni náð að fylgjast með öllu því sem gert og sem betur fyrir þá eigum við bara fullt af hugmyndaríku fólki sem djarft til verka og hefur látið verkin tala. Þannig að við höfum út all land allskis uppbyggingu og mjög spennandi kosti og bara náttúran okkar býður náttúrulega upp á þvílíka skemmtun og upplifun. Og svo það að fá þá fólk sem þekkir til verka og búið að kynna sér og gera og þróa ýmiss konar afþreyingu, að bara hafa það með sér í liði og nýta það sem til hitta heimamannin og gera margt skemmtilegt að þetta getur orðið mesta upplifun og sumarfrí sem að fólk hefur bara getað hugsað sér. Nú fólk búið að horfa á þáttin okkar að vestan og orðið alveg vitlaust í að ferðast hérna á Vesturlandi. Hvert best að leita eftir upplýsingum? Það markaðsstofur landshlutanna, það reka sameiginlega opinbera kynningarsíðu sem þá fyrir allt Ísland og svo getur maður bara smellt á þann landshluta sem maður vill skoða og það bara vest.is og síðan það ferðalag.is sem ferðamálastofa rekur sem gagnagrunnur ferðaþjónustunnar. Síðan höfum við líka verið með fullt af samfélagsmiðlum og við höfum núna nýverið stofnað með Velkomin á Vesturland þar sem við ætlum að kynna sérstaklega fyrir Íslendingum það sem í boði á Vesturlandi og þar komum við til með að raða inn bæði fallegum myndum og upplýsingum hvert best að fara, hvert best að leita, hvað þjónustu að fá og allt það. Þannig að þetta bara endilega á Facebook, Velkomin á Vesturland. En við náðum þér nú hérna í miðjum flutningum, hvað stendur til? Já,
Ég er ekki búin að koma hérna í vinnu, við erum ekki búin að hittast vinnufélagarnir síðan í byrjun mars en núna erum við að flytja, við hafa búið að taka þá ákvörðun að flytja upplýsingamiðstöðina yfir til sveitarfélagana. Öll stóru sveitarfélögin á Vesturlandi eru að reka sína upplýsingamiðstöðar. Markaðstofan hefur rekið upplýsingamiðstöð Vesturlands hér í Borgarnesi og það hefur verið svona eini staður sem að við höfum verið að sinna því að reka upplýsingamiðstöð. Núna ætlar Borgarbyggð að taka við rekstri upplýsingamiðstöðar á þessu stað því að eins og hinn stóru sveitarfélögin þá eru bara allir að reka sína upplýsingamiðstöðar. En við komum til með að vera til skrafs og ráðgera og veita leiðsögn það og miðla upplýsingum út til upplýsingamiðstöðana. Þannig að við ætlum að reyna að styðja þær eins og kostur er. En núna erum við að flytja hérna á Hyrnutorgi þegar við höfum verið hér til þess aðalega að vera á góðum stað fyrir upplýsingamiðstöð. En núna ætlum við að bæta vinnuaðstöðuna okkar til þess að geta enn betur unnið að þeirri stoðþjónustu og þeim verkefnum sem við erum að vinna, vöruþróunarverkefnum, við erum að búa til ferðaleiðir Vesturland með aðilunum í sveitarfélögum og ferðaþjónustuaðilum út á svæðunum. Við erum að vinna að uppbyggingu áfangastaða, við erum í allskyns greiningu að meta hvernig áfangastaðir eigi að vera og hvað er best að byggja upp og allt þetta. Þú og þín fjölskylda, eru þið búin að ákveða eitthvað hvert þið myndu fara? Ef þú skildir fá frí eftir þessa vinnutörn? Við ferðumst mikið í heimahéraði, ég fer í sunnudagsrúnda og ég bara elska að fara út í þjóðgarðinn Snæfellsjökul og elska að fara hérna upp í Borgarfjörð og inn í Dali í víkingahátíðir og út á Akranes og í allar heitulaugarnar okkar, hvort sem við getum það nú í sumar eða ekki. Við eigum eftir að fá alveg leiðsögn þetta, hvað við megum og hvað við getum gert, en það er alltaf eitthvað hægt að finna sér til dundurs á Vesturlandi.